Það var komið að janúarleysun fyrir naut. Nú, svo ég renni aðeins yfir praktísku atriðin, þá er ég að tengja mig inn á einhverja bylgjulengd sem að einhver stór hluti ykkar er líka búinn að tengja sig inn á, en ekki allir. Þannig ég get ómögulega lesið fyrir akkurat alla í einu. Ef þú tengir alls ekki við lesturum fyrir merki þig, þá mæli ég með því að kanna önnur merki úr stjörnukortinu þínu, þá sérstaklega tunglmerkinu þínu, rígsandamerkinu þínu, Venus ef þú ert að hugsa ástamálin, eða jafnvel bara eitthvað merki sem endurtekur sig oft í þínu stjörnukorti. Nú, við skulum ekki festa okkur í smáatriðum. Það eru viss atriði sem eru mjög sveigjanleg, þá sérstaklega hlutir eins og kyn, aldur, nákvæma tímasetningar, nákvæma staðsetningar, hlutskipti í samböndum og samskiptum og eins líka bara sambönd almennt. Þau geta verið allavega og alls konar. Og þú bara tekur leiðsögninni ef þér finnst meirihlutin eiga við þig og hagræði þessu smáatriðum innan skynsamlegra marka vissulega. En við skulum, byrja og fá leiðsögn fyrir naut. Byrjum á því að sjá hvaða naut við erum að lesa fyrir. Og fáum síðan uppákomur og áskoranir fyrir naut í janúar. Og leiðsögn fyrir naut. Og fáum niðurstöðu fyrir naut. Og það sem nautið veit ekki en hefði ágætt að fá smá aukna innsýn inn í vilja og fari hér næst í stokkin. Ok, nautið sem ég er að lesa fyrir. Það er mikill kraftur í þér og mikil ástríða, en það er svona pínu eins og sért að djöfla svolítið mörgum boltum einhvern veginn til að láta hlutina ganga upp og brúa ykkur bil. Það er svona pínu eins og það er sitthvor hlutin á þér að rífast við hinn. Einhvern veginn svona viljinn og praktikinn er að svolítið stangast þarna á. Til langar svo til að gera þetta og þetta og þetta, en praktíski hlutin segir já, en við getum ekki gert allt í einu og við þurfum að láta hitt ganga upp og við þurfum að láta heimilislífið virka og við þurfum að borga af húsinu og við þurfum að eiga salt í grautinu og allt það. En að viljinn hjá þér er alveg bara langar svo. Og það er svolítið staðan sem þú ert í núna og ert svolítið að reyna að finna út hvernig þú getur raðað á vogarskálarnar og brúa þessi bil þannig að þetta gangi nú allt upp. Þannig að það er svolítið svona óþægileg, þú fer svolítið fram og tilbaka finnst mér. Nú áskoranir þína núna í janúar, þar eru svolítið þar að það verða ögranir, sérstaklega í samskiptum, sem verða svolítið til þess að
mér finnst þess að það verður svolítið kitla við svolítið þínum brothættari hliðum, sérstaklega hvað varðar sambönd og samskipti, verður svolítið kitlað við gömlum munstrum og einhvern gömlum erfiðleikum og sársauka, sérstaklega hvað varðar sambönd og svona aðeins hrært í þínum innri einmanaleika. Þetta svona, mér finnst þetta að vera smá truflun og þá samt engu að síður það eitthvað líkt fyrir þig í því að sökkva svolítið í iðnuna þína. Sökkva svolítið í það sem þú ert góður í. Snilligáfan þín. Þetta ítið einhvern veginn, sko þessi truflun eða þessi, svona það aðeins vera að kroppa eitthvað gamalt sár hjá þér finnst mér hvað varðar einmanaleika og sambönd og að upplifa sig eins og manni sé ekki mætt sem jafningja í rauninni. Aðeins vera að kroppa í þannig sár. En það líka svolítið þessi fortíð sem að hefur mótað svolítið þinn hæfileika, þinn eiginleika og þína snilligáfu í þinni iðn, í því sem þú gerir. Af því að þetta sem þú gerir, það hefur alltaf veitt þér svo mikla heilun og líkn út úr sársauka. Fyrir vikið þá kanntu það orðið svo vel. Og það svolítið það sem að fara að gerast í rauninni aftur, af því að hér í dag þá veistu eiginlega ekki alveg í hvern fótinn þú ert að stíga og hvernig þú eigir að láta hlutina ganga upp, að þá kemur hér áskorun sem að kroppar svolítið í þetta gamla sár og íteyr í áttina því sem þú gerir. Það sem að ástríðan liggur, þetta sem að viljinn vill. Þannig að þér ýtt í þá átt, finnst mér. Leiðsögnin þín að ekki loka þig af og haltu uppi samskiptum við þá sem að í svona partnershipum, svona förunni til samskiptum við þína jafningja, við þá sem skilja þig, við þá sem þú getur tjáð þig og unnið með. Ykkur sem að sjá innri viskuna þína og innra ljósið, innri styrkin eins og það í raun og veru. Þetta sem þú venjulega upplifir eins og að meiri hluti fólks skilur ekki. Þú hefur einhverja góða félaga með þér sem að sjá þetta og skilja þetta á sama hátt og þú. Ekki loka þá úti, þó þig langi svolítið inn í einvöruna, sérstaklega bara til þess að fá dúllast í þínu. Að það hefur hingað til veittir þar og ekki svona ofboðslega styrk að kafa svolítið bara djúpið á sjálfri þér, en taktu eitthvað með þér. Hafðu félaga með þér, einhvern sem að þekkir þetta, einhvern sem að skilur þig, einhvern sem þú þarft ekki endalaust að útskýra fyrir, einhvern sem að skilur bara. Þú ert algjörlega á réttri leið, af því að þessi viska sem þú ert búin að vera að ná þér í, þetta sem að þessi ástríða sem að viljinn hefur ýtt þér út í, þessi iðn sem þú gerir, búin að veita þér alveg gífurlega viskuðu gennum tíðina og styrkti til muna og komið þér í svo óbúslega gott jafnvægi og þú ert á algjörlega réttri leið með það, bara ekki núna þegar það byrjar eitthvað að pikka og pota í ykkur gömul sár hjá þér. Ekki útiloka eða loka á þessa sem að þú veist í raun og veru að eru til staðar fyrir þig og skilja þig og þekkja það sem þú ert að tala um. Niðurstaðan af þessu nefnilega þannig að réttlætið sigrar alltaf lokum og það næst svo gott jafnvægi. Þá finnur þú jafnvægi í því sem að þú ætlar að gera og þetta sem að praktíska og passionhliðin finna eitthvað jafnvægi, en það finnst líka með stuðningi. Og þú finnur aftur einhvern veginn svo mikinn
sko ástríðan og eldmaðurinn fyrir því sem þú gerir, ef þér finnst að vera mikið núna, býttu bara þangað til eftir mánuð. Af því að það er svoleiðis verið að fara að kveikja undir þér að sko ef þú ert eitthvað óþreyjufullur núna eða spenntur, býttu bara. Af því að það er svoleiðis að fara að fuðra upp allt í kringu þig af ástríðu. Og þú finnur svo mikið jafnvægi með því að gefa svolítið eftir inn í þessa ástríðu þína. Og það veit þér svo mikið styrk og svo mikið öryggi í því sem þú gerir. Og það er svolítið það sem hefur kannski vantað hingað til. Í rauninni sjálfsöryggi fyrir því sem þú gerir. Og það er að fara að efla svo mikið til muna. Af því að þú leyfir þér að kafa svolítið í það eina fyrir enn. Af því að þú finnur að þetta er þín leið. Af því að þetta er það sem fer þér langt best og eitthvað sem þú ert góður í. Og með því að finna það, með því að öðla svona mikið sjálfsöryggi í því sem þú gerir, þá eflist eldmaðurinn til muna fyrir vikið. Og eins og segja, ef þú heldur að þú hafir áhuga eða ástríðu fyrir þessari iðnþinni núna, þá býttu bara. Til að fá nánari innsýn inn í þetta. Það er varandi þig, kæra naut. Aftur kemur að þú ert hér að reyna að finna jafnvægi á hlutina, en finnst eins og sért einhvern veginn inni króaður eða inni lokaður, en málið það eru alltaf lausnir og þær finnast inn á við og þær finnast með þolinmæði þar auki. Ég veit að þolinmæðin er oft eitthvað sem er erfitt fyrir þig að upplifa, en hins vegar ef þú beitir þolinmæðinu fyrir þér að þá muntu finna lausn út úr þessari klemmu sem þú upplifir þig í. Og varðandi áskoranir þínar. Já, þá er svolítið eins og ég sagði, það er að kalla fram eitthvað gamalt. Eitthvað sem þú hélt og var eitthvað sem bara löngu búin að hafa. Já, þetta er eitthvað gamalt sem er verið að fara að pikka svolítið í. En á sama tíma þá hefur þú ósköp gott af því af því að það kannski þarf að hreinsa bara pínulítið betur. Þetta kemur aftur upp á yfirborðið og þá er það svolítið þitt og þú ert búin að gera þetta áður og þannig að þetta er pínu endurtekning fyrir þig, en mér finnst eins og þú sért að skilja alltaf betur og betur við þetta. Það bara gerir vart við sig. Það er ennþá eitthvað örðana. En það er að koma til því núna til að svo getur hreinsa það og skilja svo við það. Án þess að taka það svo með þér áfram inn í framtíðina. Varðandi leiðsögnina þína. Þú ert fullfær að taka á móti öllum þeim áskorunum sem að standa frammi fyrir þér. Og umfram allt þá skaltu muna að vera samkvæmt siðferðinu þínu, gildunum þínum, heiðarleikanum þínum. Ekki, sko, í fyrsta lagi, passaðu þig að ekki láta blekkja þig. Ekki falla fyrir sömu bráðunum aftur, eins og mér þurfa að segja, þetta er þetta gamalt. Og eins líka ekki leyfa sársaukanum eða hvort sem er reiði eða grimmd, ekki leyfa því að gera þig óheiðarlega. Vertu samkvæmt þínum gildum, þínum heiðarleika og þínu siðferði. Haltu þér þar, ekki láta draga þig niður. Þegar okkur sárnar, þá er svo stutt í að við dettum í grimmd.
því miður. En það líka bara mannlegt, það mannlegt sjálfsvorna við það líka. En niðurstaðan, öll þessi ástríða, það heldur betur eitthvað nýr hringrás og þetta nýtt ævintýri að fara hefjast hjá þér. Og örlögin að grípa inn. Og það heldur betur eitthvað nýtt tækifæri. Og þú eitthvað neginn líka með allan annan eldmóð, allan annan kraft. Mér finnst eins og þú sért að stíga inn í þessa nýju hringrás af svo miklu stöðuleika með eitthvað neginn svona báða fætur á jörðinni. Þó það sé allur þessi tilfinningahiti og allur þessi ástríða þarna. Það stígur þetta þér ekki til höfuðs og þú ert meðvitaður og markviss í öllu sem þú gerir engu að síður. Þannig að þaðan kemur allt þetta jafnvægi sem ég finn í þér í þessu ferli. Þetta sem þér finnst vera búið að vanta núna. Ég ætla að taka þessa leiðsögn heim og saman með einu leiðsagnaspili úr splunkunýju stokki hjá mér sem heitir Sacred Earth Oracle og lítur svona út. Draga hér eitt spil fyrir þig. Og það spilið Revolution. Revolution, umskipti, jarðnesk meining þessa spils. Haltu þig frá samanburði. Það hvorki of snemmt né of seint til þess að taka þér fyrir hendur lífið sem þú vilt fyrir sjálfa þig. Það engin rétt leið til þess að lifa lífi sínu. Það engin röng leið til að fara eða rangur hraði til þess að fara eftir veginu sem maður skapa sér. Passa þig á fölskum stikum. Það ekki alltaf rétti tíminn til þess að uppskera. Ef við hvílum okkur ekki, ef við plönum ekki, ef við plöntum ekki og ef við sinnum ekki, ef við ræktum ekki þar að segja, þá getum við setið upp með enga uppskeru. Þannig að gefðu þér tíma í hlutina og ræktaðu hlutina fyrst og fremst. Andleg meining þessa spils svo að rétt eins og ósýnileg hjól þá hreyfast árstíðir lífsins í gegnum endalausa hringrás af dauða og endurfæðingu. Það sem í fyrstu virðist rísa og byrja, fellur að lokum og hefur enda. En að litlum hluta það engu að síður endalaus vegferð án skýranlegs upphafs, miðju eða endis. Og í allri sinni dýrð, í hinum heilaga huga, þá hver vegferð flæði gegnum algjöran kærleika. Þetta þín vegferð, þetta þinn tími, þetta þín árstíð, leyfðu þér að skína. Ekki bera saman við aðra, ekki bera saman hvernig aðrir gera hlutina. Það ekkert sem til rangur tími eða röng leið eða rangur hraði. Gerðu þetta allt á þínum hraða, þínum forsendum. Leyfðu þér að sinna
því sem þú vilt gera á þinn eigin hátt og rækta það, þá myndu uppskera gjöfurlega. Þá þessari leysun lokið og ég vona að skilaboðin rati sönn og rétt til þeirra sem þurfa á þeim að halda. Komið að gagni og nýtist. Ég þakka bara kærlega fyrir mig og þakka áheyrnina.